Akureyri og það sem sagt fyrsta þraut sem að hefjast hér og það flokkur sérútbúinna bíla og það Smári Kristófersson sem að fer í fyrstu þraut og jú það held ég að gangi en það greinilega laust hér, laus sandur og þeir nota rauðu dekkin á vinstri hönd, hvít sennilega á hægri og það sama, Smári kemst ekki upp greinilega mjög laust og hann klárar ekki þessa þraut. Þá kominn Örn Thomsen og þetta búið að breyta þessum bíl einu sinni enn. Þetta gamla heimasætan, orðið blá núna. Kallar hana frúna, eða frúin. Við skulum sjá hvernig honum gengur. Það það bara að vera svolítið áræðinn og kraft í þetta. Jú, aðeins lengra. Aðeins lengri Smári Kristófersson en 225 stig. Nú, þá kemur Árni sjálfur Kópsson, Íslandsmeistarinn. Hann gefur ekkert eftir þrátt fyrir að hann sé búinn að tryggja sér titilinn í ár. Sjáum Árni Kópsson alltaf jafn grimmur og mjög vel gert hjá Árna Kópssoni. 270 stig, greinilega fellt einhver dekk. Og þá kemur Magnús Bergs, búinn að skipta lit frá því í Grindavíkudaginn. Sá sem var hér búinn að vinna þá keppni. Kom gífurlega óvartar. Nú búið að mála og gera fínt. Magnús Berg sjálf, já, aðeins og hægur. Nei. Ekkert mál, 285 stig. Hann gerir betur en Árni. Fellt færri dekk greinilega. Guðbergur Guðbergsson á Jepster. Nú hefur hann harma hefna og búinn að missa að vísa Íslandsmeistaratitlunum en hann jafnlæginn og grimmur og svo upp með hann, já. Sjáum það, nei. Þarna skeður eitthvað sem ekki átt að ske og við sjáum að Guðbergur nú ekki ánægður með þetta. Eitthvað farið í vélinni, það fer ekki á milli mála. Það fer ekki á milli mála. Og hér kominn Gísli Hauksson á grind, Bronco grind. Já, rétt klárar sér í gegn, tekur dekk. Það greinilega lagðar fyrir það dálítið þrautir í hliðarhalla, maður sér það. Já, Gísli, nú ákveðinn, þetta var aðeins og seint. Þetta var seint. Já, ekki árangur sem við 185 stig. Þurfti að vera aðeins fyrir. Hér kemur kunnulegu bíll og það Steinar Már Gunnsteinsson á bílnum hans Gunnars Guðmundssonar. Nú spurning hvernig hann stendur sig því að ég veit ekki til þess að hann hafi keppt áður og það allt annað að segja það, rjúka upp í svona bíl. Jú, við sjáum það. Grimmur hann, það vantar ekki, en Jú, Steinar Már Gunnsteinsson, hann hér að keppa á bílnum hans Gunnars Guðmundssonar og við sáum það ekki vantaði grimmdin í hans strákinn. Og ef við fylgjumst nú vel með honum þá sjáum við það að hann fer þetta vel, sleppur við dekkin, nær sér vel upp í liðarallan og hvergi banginn. Gefur mjög vel í hérna og sér það að hann eigi séns á að komast upp, en hérna fær hann smá bakslag og reisir sig aftur endan og heldur áfram að spóla og síðan bremsar hann og spólar, en það þýðir það að hann fyrir aftur fyrir sig. En takk eftir höndunum á honum. Það gæti aldrei að hann væri vanur og það segir manni kannski að hann hefur keppt áður. Hann sleppir aldrei höndunum á stýri. Það svolítið óvinnulegt. Yfirleitt þegar menn eru óvanir að lenda í svona veltu þá baða það úr öllum öngum. En Steinar Már Gunnsteinsson, hann fór ekki lengra. Og þá komið Willis Helgi Sjött og Willis 360 AMC vél í honum. Ég kannast ekki við hann hafi keppt áður en aðeins 170 stig og svona meira kannski að lipur heldur en að áraðinni. Enda næsti bíll á undan búinn að velta aftur fyrir sig og það nú ekkert grín. Hér kominn Reynir Sigurðsson og það á húsfreyjunni. Þetta Bronco grind, 302 kubika vél. Sama, hann snertir hérna dekk, það liðarallinn og tekur sér lengri beyginn í þetta og þetta ótrúlegt, en snöggur, sett í bakk og bjargaði sér 95 stig. Og þá það Árni Kópsson. Árni ætlar greinilega að sanna það hér að hann vel að Íslandsmeistaratitlinu kominn, annað árið í röð því að hann greinilega mjög grimmur. Guðbergur greinilega þurfti að hætta út af vélabilun.
eitt dekk fyrir þarna. Hann verður að bakka þess að taka ekki annað. Þetta er það krappa miður og þeir beygja illa þessi bílar. Þeir eru stífsplittaðar. Stífsplittu mismunadrif. Jú, og svo upp og í liðarhalla og upp fyrir dekkin og já, hann sleppur niður aftur. Og það er eins og áður. Rauð dekk á vinstur hönd og hvít á hægri og hér verður hann að bakka til þess að ná beinni spilnu upp en fyrir þessi bökk fá þeir að sjálfsögðu mínus. Já og svo já, þetta er bratt og laust en ótrúlegt hvað hann klórar sig. Alveg með ólíkindum sjáu þið, alveg með ólíkindum. 165 stig komið 435. Árni Kópsson. Snyrtilega gert. Magnús Bergsson, Willi Skrind. Já. Og jú, hann fer þetta snyrtilega, hann skríður undan hjá honum og hann er að reyna að forðast dekkið. Það tekst og síðan verður hann að bakka. Já. Eitt dekk farið, nei. Og svo upp. Æjæjæjæjæjæj. Þarna fer hann yfir öll dekkin og snýr orðið eiginlega öfugt. Jú, hann nær hann á mundan. Erfiður þessi liðarhalli í svona lausum sandi. Þetta er erfitt. Hann skríður undan hallanum. Nánast stjórnlaus og þó, jú, hann er nú að ná honum held í beinum. Magnús Bergs. Kom svo geysilega óvart í Grindavíkurdaginn. Nú, hann er greinilega búinn að taka sínar lotur og fær aðeins 30 stig og komið 315 stig. Bakkað á langt að mati dómara og verður að hætta. En greinilega er hann nú að, já, þeir gefa hann að merkjum að hans fyrir sé lokið. Þá er það Gísli Hauksson. Hann er á Bronkogrind. Greinilega mjög öflugir þessi bílar allir að verða. Betri og betri og betur varðir. Konum með grindur í kringum vél og vasskassa og alla hugsanlega hluti. Gísli Hauksson. Hann má ekki bakka svona langt sennilega. Það er ákveðið sem þið mega bakka, við skulum sjá. Já, nei, hann lendir alveg tómri þvælu. Nær ekkert að snúa honum og svo, jú, en hann er komin eitthvað lengst út úr brautinu. Þannig að hann verður ekki mikið fyrir þetta, Gísli Hauksson. 15 stig og komið með 200. Þá kemur Steinar Már sem að fór svo glæsilega aftur fyrir sáðan og búinn að bekla allan framöndan á bílnum en hann getur aldrei áfram. Þökk sér lífinni við vasskassanum og þó hún legðist nú aðeins til þá hefur hún haldið bílnum. Vélin er nóg skemmtri. Smári. Sjá hvernig hann gengur, hann er greinilega, ég hefði aldrei að keppa fyrstu keppni, ég veit nú það en tilþrifin þegar hann var að velta á það sýndi nú kannski annað því hann hélt alltaf báðum höndum með stýrið og var hvergi í banginn. Já. Nei, hann lendir í sömu endaleysinni og síðast í bíl, honum tekst þetta ekki og klárar hér með þrautina. Hann er komin út fyrir allt sem heitir þrautin, þannig að það er Árni Kópsson sem enn hefur tekið afgerandi forystu í þessari þraut. 165 stig en hér held ég að Steinar Már Gunnsteinsson sé nú eiginlega að klára sína þrautir. Steinar Már, nei, hann er dæmdur hér úr þessari þraut aðeins með 25 stig og 215 samtals. Þá er það Helgi Sjött á Willis. Nei. Jú, hann kemst nú hérna.
Þetta er reynilega mikið, kemur þeim mikið óvart og erfitt eiga við bílana í þessu liðaralla. Það var aðeins Árni Kóks sem hefur sýnt einhver tilþrif í þessu liðaralla. Hér til að það er sama, þeir æða langt út úr braut. Langt út úr braut. Fekk aðeins 55 stig. Já, hér er komið Smári Kristófersson. Við skulum sjá hvað hann gerir. Þeir verða nú að fara að sýna Árna smá svona keppni því að hann greinilega hefur stungið á af í þessari þraut. Já, hann lagar hann aðeins til hérna, eins og þið þurftu flestir að gera. Já, Smári Kristófersson ákveðinn. Jú, hér lærir hann að hann fer út úr. Þeir ná ekki þessari sveiflu sem Árni Kóksson náði áðan. Það er alveg greinilegt. Nú við skulum sjá hvað hann gerir hér. Hann lagði hann ekki aðeins til og reyna að koma betur í þessa brekku. Það er gaman að sjá einhvern annan fara upp en Árna. Og jú, enn á millir í dekkja. Mjög gott, nei, hér stýrir hann aðeins út úr og hann klórar sig, mjög vel gert. En hann fær bara 60 stig því að hann hefur greinilega verið langt utan við braut og það þýðir það að hann fer ekkert fyrir það. Hér er komin Örn Thomsen á frúnni. Og jú, hann fer snirtilega á stað og hugsa greinilega vel dekkin og ætlar að vara sig á þeim mínusum. Já, mjög lipurt. Þarf að bakka eins og reyndar allir þarna til þess að sleppa við dekk og koma sæmilega beint upp í hliðarallan. Þeim hefur gengið svo skelfilega við hann og við skulum sjá. Já, aðeins allar út úr. Nei, hann leysir þetta. Hann leysir þetta, kemst upp fyrir en aðeins og langt út hér og tekur eitt bakk. Já, þetta var snyrtilega gert hjá Erni. Hann náði þessari sveiflu og við skulum sjá, þá er það að komast beint upp og hann tekur, já, hann virðist ekki þurfa að bakka. Þetta er spurning hvort hann hefði ekki átt að bakka en ok, hann reynir og við skulum sjá. Ekki dugði það og við sjáum að hann er svolítið reiður við sjálfa sig. 150 stig, komið með 375. Og það er Gísli Hauksson. Hvað skeiði hér? Og þá er kominn Steinar Már og hann er jafngrimmur áfram. Það er ekkert gefið eftir. Ekki kemst hann upp. 180 stig. Komið 395. Helgi Schutt á Villisjó, ákveðið núna þér. Já, og hikkaði aðeins þarna, enda hræddu við klettin vinstra megin og kannski rétt að hætta við. 215 stig. Góð tilraun hjá Helga. Þá er kominn Smári Kristófersson. Já, og upp núna, eitt dekkfarið. Þarna lenda þeir í geysilega lausu og stoppa 235 stig. Komið með 500 stig. Þá er það Örn Thomsen. Nú er það frúin, við verðum að fara að hætta gæta heima setjana. Já, og svo upp með það núna. Þetta lítur ekki vel út. 135 stig, komið 510, þetta er geysileg keppni. Árni Kópsson. Þetta er mjög skemmtilegur hjá hann þessi bíl. Fallegur og skemmtilegur, sérstaklega fallegur. Svo, grimmur svo. Nei, en 225 stig. Það er næstmest, Smári hefði 235. Næstmest af því sem komið er núna. Magnús Bergs. Á að geta gert þetta, það var allan tilbúinu til þess að veita þeim harðakenni. Já, mjög ákveðinn. Og fer upp. Nei, 250 stig. Komið 565.
95 stigum eftir Árna Kóksinni. Sjáum það, þetta er mjög ákveðið og vel gert. Hann tekur að vísu dekk hérna, en það kannski eins gott að reyna að ná betri stefnu upp. Og með smá heppni eða hann alveg átt að komast þetta, en kannski ekki higga. Og þó, ég veit ekki hvað hann higgar hérna, en þetta er nú ekkert grín að sita þarna í þessari grjóti. Það munar ekki miklu. 250 stig, það er það besta til þessa. Fjórða þraut. Og þá byrjar hver? Það er Steinar Már. Jú, alveg jafn ákveðin. Það er bara allt í botni. En aðeins 75 stig. Hann er ákveðin allavega. Helgi Schutt. Willis og svo upp. Já, og... Nei, nú veltur hann. Já, nú skeður ekkert annað. Það getur ekkert annað. Nei! Jú, hlaut að ske. Helgi Schutt. 180 stig, en hann gafst ekki upp. Hann reyndi. Þetta var mjög snyrtilegt. Sjáum það, það er ekkert að hætta. Það er bara að halda fram. Já, hann er nú bara á 3 hjóli hér og jafnvel 2 og hann leitar undan hliðarallan í bílinn. Og svo snyrtilegt. Aðeins á hliðina. Smári Kristófersson. Jú, ekki vanta nú orkuna. Það er spurningum að ná þarna hliðarallanum. Við sjáum hvað þessi bílar eru miklu stöður heldur en styttibílarnir, en ekki fyrir hann upp. 185 stig, komið 685. Enn eru hörkukeppni í þessu. Hér er komin Örn Thomsen. Og svo hvertallar Örn, já, hann lærir að snúa honum og... Ótrúlega hvað þetta klórar sig, en... 135 stig, hann er farið greinilega út úr mörgum hliðum því að hann kemst nú nánast eins langt og Örn. Árni Kópsson. Hvað gerir Árni hér? Hann er alveg með ólíkjendum hvað hann gerir. Nei, hann slettir ekki ennþá dekk. Hvernig getur þetta skeð? Hann leikur sér að þessu. 300 stig. Ótrúlega yfirbyrði. Hann með 960 stig. Þar sem aðrir bílar stoppa og þar klórar Árni sig áfram. Í lausa sandunum skiptir ekki máli. Hann ætlar sér upp og fer upp. Leiðist þetta nú ekki Árna. Sjáum það. Magnús Bergs. Hann á nú að geta veitt Árna-keppni. Harða-keppni. Eins og hann gerði í Grindavík. Ekki spurning. Einhvern svona smá hik. 190 stig, 755 alls. Nei, þeim vantar eitthvað sem Árni hefur. Þá er það Gísli Hauksson. Nú, hann fyrir nú bara eitthvað langt út í... Og það er sama, hann skýtur upp eldsúlum alveg. 155 stig. Það er eitthvað bensín sem er ónotað þarna sem er að brenna svona upp úr karbótornum. Nú, Smári Kristófersson. Þetta ætti að vera 5. þraut. Já. Hann þarf að bakka hérna. Já. Þeir hafa greinilega komið með Akureyri dálítið óvart með þessu lausa hlíðarhalla sem að einkennir svolítið þessar þrautir. Það er mikill hlíðarhalli og mjög laust og þeim gengur illa að stýra bílunum rétta leið. Eins og við sjáum hér, jú. Hellir dekkið en gjörsamlega stopp. Aðeins 80 stig. Örn Thomsen. Já. Fara greinilega hérna þessu fyrsta hlutan. Ásgeir færið þau stig sem þið fá og síðan er það hvað? Nei, hann kom bara langt út úr braut. 130 stig. Komið 775. Já, hvað gerir Árni núna? Sýnir hann einu svona eitthvað algjörlega nýtt sem hinn hafa ekki getað. Nei, hann leitar undan hjá honum, það er sama. Já, nei, hann er bara langt út úr braut. Og reyndar inn í hann aftur 140 stig.
Árni Kópsson. Þetta eru greinilega svolítið erfiðar þrautir. Magnús Bergs. Snyrtilegur bíll hjá Magnúsi, mjög snyrtilegur. Hann nettur og... Já. Hann fer þetta og síðan er að spurninginu. Við ná þarna kreppri beygju en þeir leita undan að framann. Þeir stýra ekki upp í þessu lausasandi. Þeir stýra bara ekki upp í brautina. Tekur hann dekk og ekki. 125 stig, komið með 880 stig samtals. Gísli Hauksson. Já. Fer þetta létt. Sleppur hér við dekkin og spurning, það er sama. Hann ætla greinilega að fara niður og bakka en ég held að þetta sé, hann er bara reynilega gefst upp við þetta. 115 stig. Steinar Már. Já, ákveðin, henn er hann ákveðin og grimmur. Nei, það er sama, 110 stig, þeir ná ekki þessari beygju og þetta er greinilega alveg óviðráðanleg þraut. Já, hann er komið bara langt út úr. Helgi Sjutt á Willys. Hvað gerir stuttibítinn? Er hugst að þetta hans er betri í þessari beygju? Heldur en grindabílarnir, skulum sjá. Nei, hann fær bara 190 stig og reynir ekki einu sinni við þetta. Komið með 810 stig. Og er þá í 3. sæti. Þá er það 7. og síðasta þraut. Yfirbyrðir Árna Kópssonar orðnir miklir og nánast búin að tryggja sér forustuna. Já, Árni snöggur. Það var mikið sketist, hann hafði ekki sigur í þessari keppni. Já, og svo... Ég hélt hann að velta. Við sjáum Árna Kópsson ekki velta. Það er alveg ótrúlegt. Hann bara veltir ekki. Hann er svo ekki alltaf að bjarga sér út úr þessu. Já, það var heldur bestu stig á minnar. 292 stig og með 1392 stig alls og tryggir sér þar með 1. sætið. Magnús Bergs. Við sjáum það er blíðskapa veður. Ekki norðamenn þar því að oft hefur nú verið erfiðara veður í keppnanna hjá þeim undanfarin ár. Já. Magnús Bergs er þetta létt. Já. Og svo svolítið meiri svona kraft í þetta, já. 180 stig. Það var ekki mikill miðað við 292 hjá Árna Kópssoni. Hér er komið Gísli Hauksson. Og við skulum sjá hvað hann gerir. Þetta er nú ekki, virðist nú ekki vera mjög erfið þraut. Það er alltaf vísu lagni og ég er svolítið röskur að þessu. Þetta sáum við nú ekki ske áðan. Hann fyrir samt yfir dekk hér. Svolítið seinna að gera þetta. Já. Jú, og svo hvað? Já. Nei, hann er bara komin einhverja alveg. Það má ekki segja svona, hann komin einhverja vitleysu, dauðans vitleysu, 95 stig aðeins. Þetta máttu nú gera betur, Gísli Hauksson. Skildur hér alveg afvelta. Steinar Már. Hann ætti nú að geta að ná sér nokkuð stig hérna því að hann virðist nú vera mjög grimmur að keyra. Það geta tvínuna við hlutina, heldur bara lætur bílinn hafa fyrir þessu. Já. Svo. Já. Steinar Már. Æjæ, lendur í sjálfveldu, nei. Sleppur út úr henni. Já, flott þetta. Og svo snöggur. Já. Gott hjá Steinari. 158 stig og komið 738 stig. Helgi Sjutt. Willys. Það var nú að vera ákveðin greinilega.
eini bíllinn sem ekki grindarbíll. Gunnar Guðjónsson hefur yfirleitt verið á eini bíllinn sem ekki hefur verið grindarbíll og staðið sig mjög vel. Hann fjarri góðu gamli hér. Já, eitthvað farið á dekki. Já, höggur að þessu. Hendi niður nokkrum dekki. Man fær fyrir það mínus en ákveður að vera fljótur og 248 stig, það gott. Gott í Helga Sjöld. Nú þá kemur Reynir Sigurðsson inn aftur. Hann fór aðeins í fyrstu þraut. Hefur greinilega eitthvað bilað hjá honum því að hér hann mættur aftur í síðustu þraut. Eitthvað sem hefur tekið svona langan tíma að laga og heyrum það að hann gengur nú svona einhverjir spellir í honum. Já, hann fer þetta snillilega. Reynir Sigurðsson 196 stig og 291 stig alls og vermið þar botnsætið. Smári Kristófersson Já, ákveðin, mjög ákveðin, mjög ákveðin. Já. Já. Eldsnöggur. $246 stig. Komið með 1011. Ó, hann verið að rétta með hann einhverja hlut á bílunum síns mér. Það eru 38 sekúndur sem þetta tók. Þá það síðasti bíl og það á að vera Örn Thomsen. Og það gamla heimasætan sem nú heitir Frúin. Við erum nú alltaf endurtakað aftur og aftur. Nú skiptum við lit einu sinni en heldur þó alltaf gamla góðu felgulitnum. Maður þekkir hann á því. Já, mjög ákveðin. Já, Örn Thomsen kemur hér. Þetta gerir það mjög snillilega og eldsnöggur að þessu. Já. 297 stig og þar með vinnur hann þessa þraut. Loka staðan hér, fyrsta sæti Árni Kópsson 1392 stig, öðru sæti Örn Thomsen með 1072 stig, þriðja sæti Magnús Bergs 1060 stig, fjórða sæti Helgi Sjöld með 1058 stig og fimmta sæti Smári Kristófersson með 1011 stig. Og það sem sagt Árni Kópsson á hluti í fyrsta og öðru sætinu, það gamli bíllinn hans. Og svo kemur nummer 6 Steinar Már Gunnsteinsson með 738 stig, 7. sæti Gísli Hauksson með 730 stig, 8. sæti Reynir Sigurðsson með 291 stig og 9. sæti Guðbergur Guðbergsson með 250 stig og þessu sæti hefur Guðbergur ekki verið í áður og verður ekki lengi ef ég þekki minn mann rétt. En við þökkum fyrir í dag, verið þið sæl.